Hvernig þáttum við þetta? Hér þarf ég alltaf, og alltaf þegar ég byrja að þátta, get ég tekið út fyrir sviga, x í öðru, 7x, 12, engin tala sem gengur upp í alla, það er ekki x, allstaðar vantar hér, þá tek ég ekki út fyrir sviga, þá er það eina sem ég prófa er að þátta í 2 sviga. Þá teiknum við 2 sviga, x í öðru bý ég bara til með x og x, það er 12 aftast, það getur verið 1 sinni 6 eða 3 sinnum 4 eða 2 sinnum 6, þetta átt að vera 1 sinni 12 náttúrulega. Hvað af þessu, þegar ég er í plús og plús, þá veit ég, yfirleitt leysi ég nú ekki í formerkinu strax, ég ætla að gera það hér, af því að þetta er allt plús. Það er ekki flókið. Þegar ég plús þetta saman, ég þarf að fá þessa þegar ég margfalda þessar 2 tölur saman, sem passa hér inn í, en ef ég plúsa þetta saman, þá fæ ég 13. Hér fæ ég 7, hér fæ ég 8. Hvað á ég að fá? Og þá set ég 3 og 4. Það getur borgað sig að margfalda svigana síðan saman, að margfalda hérna og fá x í öðru, plus 4x, plus 3x, plus 12, ég sé að þetta er 7x, já þetta passar. Þetta hér er svarið. Þetta er útreikningur sem ég geri stundum í huganum, stundum skrifa ég þetta niður, eftir því hvort ég ræð betur við, til þess að sjá gerði ég rétt. En það er verið að biðja mig að þátta, þetta er ekki þáttunin, þetta er útreikningur þess að gá hvort það sé rétt. Borgar svo oft að gera hann, en þar kannski ekki alltaf. Hérna get ég tekið út fyrir sviga, nei það er ekki svona allstaðar, það vantar tölu hér, þannig að það er fljótt séð. Þátt í 2 sviga, y í öðru er aftur y og y, plús hér, hvað segir það mér? Jú, það segir mér að merkin eru eins, annarkvort plús og plús eða mínus og mínus. Þetta hins vegar segir mér að þetta er líklegast mínus og mínus. 28, hvernig bý ég það til í margföldun? 1 sinni 28, 2 sinnum 14 og 4 sinnum 7. Hvað af þessu, af því að nú er þetta bæði mínus, þá er ég að reyna að leggja þetta saman til þess að fá mínustöluna. Hér fæ ég 29, hérna fæ ég 16, hér fæ ég 11. Þannig að þetta er 4 og 7 og þegar það er x og x eða y og y og merkin eins og í þessum tilfellum, þá skiptir ekki öllu máli hvort 7 er hérna megin og fjarkin hérna megin eða öfugt. Af því að þetta er bara svigarnir sjálfur þurfa að vera réttir, það má alveg víxla svigunum til. Margföldum saman, y í öðru, mínus 7x, mínus 4x, plus 28. Og ef ég er að margfalda og hrattinn í svigana, þá getur þið fundið fullt af myndböndum þar sem ég kenni ykkur að margfalda saman sviga. Y í öðru, mínus 7x, mínus 4x, eða y er þetta náttúrulega. Þá fæ ég mínus 11x, 11y segir það passar, plus 28. Þetta er rétt svar. Síðasta, geta ekki tekið út í sviga. Þá reynum við a og a. Nú er mínus hér, þá veit ég að þetta er plus og mínus. Hvernig býtir 24? 1 sinni 24, 2 sinnum 12, 3 sinnum 8, 4 sinnum 6. Nú lendi ég í pínu brasi, því að hérna, að þetta er plus og mínus, þá er ég ekki að leggja töluna saman, heldur er ég raun að finna mismunin. Ef að ég set inn tölur, þá þarf ég að fá aðra í mínus og hina í plúsmunni þegar ég margfaldi inn í svigan. Og ég á að fá út plus 2 þegar ég ger þetta, plus 2a. Og þá þarf ég að finna, hvað er mismunurinn hérna 2? Hérna er mismunurinn 23, hér er hann 10, hér er hann 5, hér er hann 2. Ef að prófa að setja 4 og 6. En, hvorum einn, nú skiptir máli. Hvor talan er hjá plusnum, hvor talan er hjá mínusnum. Í raun virkar það þannig að þegar að þetta er plústala, þá er stærri talan hjá plusnum. Ef þetta verið mínus 2a, þá hefði 6an verið með mínusnum og fjarkin hjá plusnum. Það má víxla svigunum, það er allt í lagi, en svigarnir verða að vera nákvæmlega svona. Sest a plus 6, a minus 4. Þessi sem ég má vera undan. Við skulum margfalda þetta saman. A í öðru minus 4a plus 6a minus 24. Þetta gefur mér plus 2, því ég er með minus 4 og plus 6.
Þannig að þetta er rétt svar. Það borgar sig að margfald inn í, það borgar sig oft að skrifa þetta niður. Eftir því sem maður verður flinkari þá kannski hættir maður að skrifa þetta allt niður, en maður þarf alltaf að hugsa hvaða margföldun kemur til greina, því ég ætla að fá þessa tölu með margföldun og þessa tölu með því að leggja þetta saman eða draga frá eftir hvort þetta eru einsmerki eða sekúndmerkið.